og byrja þá á því að taka dæmið þar sem við erum með basa. Þessar dæmið sem við kláruðum í gær var þá sýruhvarf. Og núna þá að fara í gegnum basahvarf þar sem að hvarfið fer fram með basískri lausn. Og hérna myndum við þá vera með, þetta væntanlega bismúð, BE, O3, 2 mínus. Já, ég ætla að skrifa hérna basísk lausn. Plús hérna gull, au. Og þetta verður að gull, 3 plús þá bismúð, 3 plús líka. Og hérna erum við þá, bismúð og gull, þetta þá bara einn allstaðar, þannig við þurfum ekkert að gera eitthvað meira, heldur en að finna þá núna oxonatölurnar og fara í gegnum þessi 4 fyrstu skref, sem að finna oxonatölur, sjá hvernig breytingin á oxonatölum og svo margfalda þannig að það séu jafnmargar rafeindir sem að tapast og fást í þessum hvörfum. Þannig ef við byrjum hérna á þessu fyrsta efni, þá erum við með 3 sinnum súrefni, það eru 3 sinnum -2 og til samans kemur hérna að því hleðslunni 2 mínus, þá summa oxonatalna -2. Og þá það sem sagt, ef þetta -6, þá myndi bismúð vera +4. Var þetta ekki örugglega rétt skrifað upp hjá mér? Þetta BeO3. Jú. Þannig að við byrjum með +4 fyrir bismúð. Fyrir gull erum við með 0 hér að þetta frumefni og svo oxonatalan alltaf jöfn hleðslu svona 1 atóma jóna. Þannig að hérna erum við +3. Síðan var næsta skref að finna hvernig breytist oxonatalan þá hjá svona þessum efnum sem að breytast yfir höfuð. Ég ætla að taka þetta hérna með aðeins öðrum lit til að þetta aðskilist betur. Hérna förum við frá +4 yfir í +3. Hérna förum við frá 0 og í plús. Þannig að það sem að hérna það að hérna í rauninni hleðslan búin að minnka hérna 1. Þannig að þarna að koma, eða það að fá eina rafeind, þetta svona aðoxonahvarfið. Þannig að hérna getum við sagt að hérna +1 rafeind. Hins vegar fyrir gull sem að var 0 en síðan orðið hérna með oxonatöluna +3, þá hefur það gefið frá sér 3 rafeindir. Þannig að það -3 rafeindir hér. Og svo aðalmálið að það séu jafnmargar rafeindir á báðum stöðum. Þannig að við þurfum að margfalda þetta hérna með 3. Til þess að hérna í oxonahvarfinu þá sem sagt fái hérna 3 rafeindir meðan í aðoxonahvarfinu, í oxonahvarfinu þá missir það 3 rafeindir. Þannig að þetta sem sagt mjög mikilvægt atriði að þið stillið af fjölda rafeinda. Og þá hérna tekur maður þessa 3 hérna og setur þá líka fyrir framan viðkomandi efni sem að þessi breyting á við. Þannig að þá erum við komin með hérna jöfnum, þess að búin að fara í gegnum þessi 4 skref sem að hérna áður það fer svo að skipta máli hvort að við séum með basa eða sýru. Og bara hérna til að rifja upp þá fyrir hérna skref 5
6 og 7 fyrir basa, þá var það í fyrsta lagi að stilla hleðslu með OH- Þetta er basísklaust, þannig að hydróxíðjónir koma ekki á óvart. Síðan næsta sem við gerum að stilla fjölda H-atóm og þarna bætum við vatni, H2O. Og í 7. lagi var það sem sagt að tékka hvort að hvort að séu jafnmörg H-atóm báðum megin. Nei, býttu nú við. Tékka hvort, fjöldi H gengur upp. Svo fór þetta ekki örugglega að segja þetta rétt. OH- bætt út í H2O bætt út í fjöldi vetnisatóma. Ég ætla að taka burtu núna þessar oxonatölur og við byrjum þá á því að finna hver hleðslan sitt hvoru megin við jafnaðarmerkið. Hérna erum við með hleðsluna 2×3 eða -6. Gera hérna, þetta er á við hleðsluna við allt. Það er þá -6. Nei, þetta er ekki 2, heldur er þetta 3×3. Þannig að þetta er þá -9. Þið verðið bara að vera þolinmóð hérna við mig. Ég er alltaf að tala hleðsluna. Þannig að þetta er hérna 6-, 2×3. 0 hér. Hérna hessar erum við með 6+. 3 + 3 eru 6+. Og við þurfum að bæta OH- við til þess að passa við séum með nóga hleðslu. Er ég að gera einhverja vitleysu hérna? Má sjá, þessu sem Já, nú sé ég hvað vitleysan er. Það er eins og ég mundi að þetta var eitthvað skrítið. Við erum með þetta er ekki 2- heldur bara mínus hér. Afsakið þetta. Þannig að út af þessu hérna mínus, þá erum við með 3 mínusar hér og svo erum við með 3+ + 3×3 eða 9+. Þannig að hérna erum við með 3+ og 3×3+. Þannig að hérna myndum við vera komin 12, er það ekki? 9, 10, 11, 12. Og þá þurfum við að bæta við hérna nægilega mörgum OH- til þess að hleðslan sé svo sama. Þannig að hún er hérna, að sjá. Já, hérna hér er ég að gera bara alls konar vitleysu hérna. +5. Var ekki með öðruvísi hleðslu? Nákvæmlega, þá er oxonatölurnar breyttar. Ég verð bara að fá að stroka þetta út og byrja upp á nýtt ef ykkur er sama. Þessi mínus náttúrulega var leiðréttir þetta ekkert fyrir aftan, sem sagt eftir á. Þannig að núna getið þið fylgst með hvað það er auðvelt að gera vitleysu í svona dæmum. Ég ætla að taka þetta hérna út. Já, þetta setti hérna náttúrulega allt upp í loft. Þannig að dæmið er bara núna þurfum við að byrja aftur og erum hérna með BeO3- en ekki 2- og vissulega þá breytir þetta öllu. Nú fannst þetta eitthvað skrítið miðað við svona það að ég hafði verið að reikna þetta dæmi heldur bara hérna í morgun og fannst tölurnar eitthvað einkennilega. Þannig að hérna erum við þá með hérna 3 eru -2 og þetta er sama sem -1. Þannig að bismúð er +5.
það munar minna, þessi breyting. Hérna vorum við með 0. Hérna erum við með +3 og +3. Og þarna erum við þá með, ef við erum með +5 hér og +3 hér, að þá hefur bismúð fengið 2 rafeindir. Það er hérna +2E-. Af því að hérna hleðslan er búin að lækka hérna á bismúðinu. Já, og þá erum við komin með hérna 0 hérna megin og +3 hér. Þannig að gull, það hins vegar hérna missir 3 rafeindir, þannig að það er -3E-. Og þetta breytir auðvitað því að nú erum við 2 og 3, þannig að við þurfum að finna samnefnara sem er 6. Þannig að við þurfum að margfalda þetta með 3 til þess að fá þá +6 rafeindir og þetta hérna með 2 til þess að fá þá -6 rafeindir. Þetta þarf að vera jafn mikið. Nú er ég orðin svona aðeins öruggari með mig því að ég veit að þetta eru allavega tölurnar sem ég fékk áðan. Þannig að hérna margfaldum við 3 sem þýðir það að það þarf að margfalda bismúð með 3 og hérna erum við með að margfalda með 2, þannig að það þarf að margfalda gull með 2. Og þá erum við komin sem sagt á þennan stað. Og ég ætla að taka út þá oxonatölurnar. Og þá byrjum við þá á þessu hérna sem ég var byrjuð áðan og lenti ógöngu með. Og það er að stilla hleðsluna með OH-. Hérna erum við þá komin með 3 mínusa. Hleðsla hérna er 3-, gull leggur ekkert til. Og hérna erum við þá með 2 sinnum 3+, plus 3 sinnum 3+. Þannig að við erum í allt með hleðsluna 15 hér, 15+. Og til þess að þetta, og við erum að nota OH- til þess að stilla jöfnuna, þannig að við þurfum að keyra þessa hlið niður í hérna -3 líka. Og það þýðir það að við þurfum að bæta við 18 mínusum, að því +-18 gefur okkur -3. Þannig að hérna kemur þá +18 OH-. Og svona tölur 18 eða 32 eða 60 þess vegna ekki láta það trufla ykkur þá það kom eitthvað sem sagt meira heldur en 2 og 3. Hérna er það þetta sem á við og síðan var farið þá út í það að stilla fjölda vetnisatóma með H2O. Og við erum með engin vetnisatóm hérna megin. Hérna erum við með 18 vetnisatóm. Já, einmitt, já, hérna erum við með 18. Þannig að við myndum þá þurfa væntanlega að bæta við 9 H2O til þess að uppfylla 9 H2O. Þannig að hérna erum við 18 H. Nei, þetta var ekki að stilla. Ég var ekki að eyða þessari upptöku eftir að hafa fyrirlestur. Þetta er sem sagt að stilla O-atóm með H2O og síðan áttu að tekka hvort fjöldi H-atóma gengur upp. Við bara hendi mér. Þannig að við stillum fjölda O-atóma. Og þarna erum við þá með 18 súrefnisatóm. Og hérna megin erum við með 3×3 eða 9 súrefnisatóm. 9 O.
Þannig að það þarf að bæta við 9 H2O til þess að stilla fjölda súrefnisatóma. Þetta gengur svona. Þannig að, já, hérna og þá átti í lokin að stilla af eða tékka hvort að fjöldi H-atóma gengur upp. Og þá eru hérna með 18 vetnisatóm og hérna eru með 29 eða 18 vetnisatóm. Þetta á að ganga hraðar og betur ef maður ekki að gera neina klaufavitleysu. En allavega þá erum við hérna með búin að stilla þá eina jöfnu í súrri lausn og eina jöfnu í basískri lausn. Og við förum náttúrulega, þetta væntanlega síðasti tíminn ykkar fyrir páska og við förum ekkert í meira efni fyrir páska, þannig að þetta bara spurningum að æfa sig og það koma alltaf 2 svona dæmi á stúdentsprófi að stilla efnajöfnu. En ég býst við að hérna ég noti síðustu hvað á ég eftir, 10 mínútur eða svo, í að stilla 2 efnajöfnur í viðbót og núna skulum við nota efnajöfnur sem á dæmablaði sem að ég var búin að setja inn, dæmablað 21 til 22 held ég hafi skilt það. Og þar er dæmi 4 þar sem að verða að stilla oxunar afoxunarkvörf. En ég mæli með því, það eru náttúrulega lausnir við þessu líka. En þetta eins og sjá má náttúrulega, þá þarf að æfa sig í þessu. Og ég ætla að taka dæmi 4a. Nei, mér langar eiginlega til þess að við náum væntanlega ekki nema einu dæmi. Mér langar til að taka dæmi 4b frekar. Af því þar kemur þarna eitt atriði sem ágætt að fara í gegnum. Þannig að dæmablaðið þið allavega eru með það inn á námsnetinu, en ég skrifa dæmið upp hvort þið Þannig ég segi hérna dæmablað 21 til 22 og þetta myndi vera dæmi 4b. Og við erum með súrlausn og hérna okkur gefið mangan MnO4 pluss Cl mínus. Og þetta verður að mangan 2 pluss hérna klórgas Cl2. Og þetta finnst mér ágætt dæmi að því hérna vil ég að þegar við fáum dæmi þar sem með Cl2 öðru megin og svo bara Cl mínus hérna megin, að þið stillið efnajöfnuna að setja þessa hérna 2, en við vitum það að það verða að vera 2 hérna megin. Þannig að þetta svona eins og ég segi augljós stelling sem að borgar sig að gera áður maður fer að finna oxunartölurnar. Þó að maður komast örugglega réttri niðurstöðu á endanum þá þetta svona aðeins meira maus. Þannig að hérna myndum við svo byrja við að finna oxunartölurnar. 4 sinnum mínus 2, þetta mínus 1. Þannig að mangan þarf að vera pluss 7, pluss 7 mínus 8 sem var mínus 1. Oxunartala klórs náttúrulega jöfn bara hleðslujónarinnar. Og hérna setjum við sinnum 2 af því við erum með 2 klóratóm. Hérna erum við bara með pluss 2 fyrir mangan og 0 fyrir klór, af því hérna erum við með frumefni. Síðan förum við hérna þessa leið að skoða hvernig breytist þá hleðslan hjá efnunum eða oxunartölurnar. Þannig að hérna byrjum við í pluss 7 fyrir mangan. Það þýðir það að mangan þá fengið 5 rafeindir. Úr því að hleðslan að minnka þarna niður, þá getur sagt að þetta sé pluss 5e mínus. Hérna erum við hins vegar með 2 sinnum mínus 1 sem fer niður í 0. Þannig að hérna getum við sagt að hérna klór hafi mist 2 rafeindir. Eða sem sagt mínus 2 sinnum 1 rafeind. Ég held bara sem sviga til þess að það sé alveg á hreinu að við erum alltaf að tala um að þetta eru 2 atóm.
og svo þarf svo ekki að hugsa mikið meira heldur það að hérna erum við með +5, hérna -2, en þetta þarf hvort tveggja að verða sama gildi og þá þessi samnefnari væri 10. Þannig við segjum að við þurfum að margfalda með 2 til þess að fá 10 rafeindir hér og með 5 til þess að fá 10 rafeindir hér. Og þessir 2 fara þá fyrir framan viðkomandi efni og 5, hérna fer 5, 2 sem þegar eru komin 5, þá verður þetta 10 og ég set hérna bara til minningar að þetta var þá 5 sinnum 2. Þannig að það þessir 5 og svo þessir 2 sem var búið að margfalda með í upphafi. Þar með erum við komin með Já, ég að taka upp, ég fannst allt eins og ég hefði gleymt því. Það hefði kannski verið fínt. Hérna erum við þá búin að gera þessa hluta dæmisins sem að gengur út á að stilla fjölda rafeinda. Og þá þegar við vorum með sýrur, þá byrjar maður á því að þarna það var regla 5, það var að bæta H2O út í til þess að stilla fjölda súrefna. Þetta var að bæta út í H+ til að stilla fjölda vetna og 7 var síðan að tékka á hleðslu. Þannig að hérna myndum við vera með O. Við erum ekki með neitt súrefnisatóm hérna megin. Hérna erum við með 2 × 4, hérna erum við með 8 súrefnisatóm. Sem þýðir það að við þurfum að bæta við +8 H2O til þess að vera komin með 8 súrefnisatóm hérna líka. Þá var að bæta við H+ til þess að fjöldi vetna væri jafn mikill báðum megin. Hérna erum við ekki með neitt vetni, en hérna erum við 2 × 4 eða 16 H+, eða 16 H. Og þá myndum við að bæta við hérna megin +16 H+, 2 × 4 eru 16, og það alveg hreinu, það ekki H hérna önnur. Nei. Og þá erum við komin í það að finna hleðsluna, svo þetta sjá hvort að þetta gengur upp. Þetta ekki hluta dæminu. Og þá þurfa að vera, hleðsla þarf að vera svo sama báðum megin. Og hérna erum við með 16+ og -2 hérna plus -10. Þannig að hérna myndum við vera með 16 - 12 eða 4. Þetta hérna óhlaðið, en hérna erum við með 2 × 2. Þannig að hérna erum við með 4+ líka fyrir myndefnin. Þannig að þetta gekk upp blessunarlega. Þetta alltaf aðalstressið að sjá hvort þetta hefði gengið upp. En ef maður gerir engin mistök í leiðinni og skrifar dæmi rétt upp og allt saman það, þá þetta náttúrulega bara handavinna. Þannig að þið skulle æfa ykkur í þessu, en ég hitt ykkur á morgun líka. Þannig að ég býst ekki við að það ekki tími til að byrja á öðru dæmi, en ef það eitthvað sem þið viljið spyrja endilega. Fyrir utan ég var að velta fyrir mér, þið eru náttúrulega umsjónarbekkurinn minn, að ég hefðu átt að taka eitthvað bekkjarfund eitthvað tíma? Já, ég veit ekki. Nei. Hefur þú heyrt eitthvað frá, skóla? Já. Ekki neitt, sko. Ekki nema náttúrulega bara þegar maður heyrir að samkomubannið að því verði frestað til lok apríl. Já, við erum væntanlega ekki að fara í sögupróf eða íslensku ritgerðina eða. Nei, ég get ekki ímyndað með það, allavega ekki í skólanum. Nei, já. Það var væntanlega hægt að skila íslensku ritgerðum, en já, ég bara hreinlega get ekki ímyndað með hvað verður gert. En ég held að
sko skipunum þurfa alltaf einhvern veginn að koma frá menntamálaráðuneytinu. Já. Þannig að en nei, þetta verður breytt form. Ég var einmitt að hugsa bara líka dimmisjón og hvað með útskriftarferðin og svona. Þetta náttúrulega já, alveg magnað sko. En háskólinn hlýtur að minnsta taka tillit til þess að þetta óeinilegur tímar fyrir þá sem ætla að fara beint síðan áfram. Já. Að þið verðið náttúrulega útskrifast, það verður ekkert þannig að það sé bara einn árgangur sem að býður bara í lengri tíma. Já. Já, en við skulum finna út úr því. Ég ætti kannski að tala við þær þarna Ninju og Birgittu, hvort að við ættum að arrangera einhverju svona fundi, bara svona til að heyra hljóðið. Já, ég verður nú til í það. Heyrðu, æðislegt. Heyrðu, þá segi ég bara takk fyrir tímann og og morgundagurinn fer þá bara í að reikna nokkur dæmi. Stopp.